Verðið velkomin á þessa afkomukynningu Sjóvár á þriðja ársfjórðungi 2015. Svona að venju þá munum við þrír fara í gegnum kynninguna. Ég mun svona fara yfir þetta helsta sem að frétta. Síðan mun Ólafur Njáll koma og fara í gegnum aðeins dýpri fjárhagsupplýsingar og Þórður fjárfestingarnar. Og svo mun ég svona taka tvær glærur í lokin og súma þetta upp. Við byrjum gjarnan á þessari glæru hér þar sem við erum að kynna þá fjórðunginn í hnotskurn og það þó ótt að segja eins og kemur þarna fram í miðjunni að afkoman af fjárfestingarstarfsemi var afar góð á þessum fjórðungi. Hagnaði var rétt tæplega 1300 milljónir og rétt rúmlega 1500 milljónir fyrir skatta og afskriftir. Og hagnaður af vátryggingastarfsemi á þessu tímabili var fyrir skatta 406 milljónir. Svo ég sagði aðan, Þórður fer yfir fjárfestingarnar, það sem kannski helst að frétta þar að það voru, eins og ég sagði aðan, góð afkoma og allir eignaflokkar skiluðu jákvæðri afkomu á tímabilinu. Samsett hlutfall fyrir þriðja ársfjórðung var 95,9% og eins og áður þegar við birtum þá svona sagan á milli ára að kostnaðarhlutfallið fer lækkandi á milli ára, á milli tímabila frá því í fyrra. En við höfum viljað draga það fram að við erum með augun á skaðatryggingapartinum og við segjum þarna að samsett hlutfall í skaðatryggingum er óviðunandi og við svona erum í aðgerðum til þess að bregðast við því og að koma þeim þáttum á réttan stað. Víkja aðeins betur á því og eftir. Varðandi þróun tjóna þá má segja að þetta sé besti ársfjórðungur það sem af er. Og það er kannski ekki sanngjarnt samanburður getur við sagt af því að hinir tveir ársfjórðungar voru náttúrulega mjög erfiðir í svona tjónalegu tilliti en við getum þá sagt að tjónaþróunin það hefur hægt á henni á þessum fjórðungi og svona stabiliserast. Við erum síðan að fara inn í fjórða fjórðung sem að auðvitað er líka óvissu háð svona út frá vetrarfærð og öðru slíku. En ég kem aðeins betur á því líka á eftir og ætla að sýna ykkur svona svipaða glærur svo ég sýndi í 6 mánaða uppgjörinu að það er áframhaldandi aukning í akstri og svo birtist á vegagerðinni þá er svona línuleg aukning þar gríðarlega milli tímabila á milli ára. Þetta er svona þess helsta sem ég vilja fara yfir varðandi fjórðunginn núna og Ólafur Njáll tekur nú við. Sælverði. Það sést auðvitað vel á þessari mynd, þessi mikli munur fjórðungana milli þessara ára og í fyrra var þessi fjórðungur litaður af skeifubrunanum en í ár er það vátryggingarhlutinn sem er miklu betri en þó ekki góður en auðvitað er það fjárfestingartekjurnar eins og fram hefur komið sem er aðalmálið. Á 9 mánaða tímabilinu þá sést einmitt vel hvað vátryggingarhlutinn hann er að batna og hann er vel undir síðasta ári þó að við séum ekki ánægðir þar heldur. Hann er illa markaður af þessari tíðni í bifreiðatryggingum og óveðrinu síðasta vetur en þarna kemur líka fram að 2500 milljónir í fjárfestingartekjur setja þetta vel mark sitt á þetta tímabil sem að svo skilar 3200 milljónum fyrir skatta og afskriftir og samsett hlutfall þarna rétt rúmlega 100% og á niður leið. Við erum með gott eiginfjárhlutfall 36,6% og Solvency II gjaldþolshlutfall samstæðunnar upp á 1,71 og það er þá miðað við 1,48 eftir reiknaðan arðgreiðsluna síðustu áramót. Hérna er síðan þá rekstrarreikningurinn og bæði fyrir fjórðunginn og tímabilið og eins og sést þá vaxa þarna eiginneyðgjöld lítillega 5% en tjónin miklu meira 14,2% og rekstrarkostnaður og rekstrarhlutfallið það er á niður leið. Fjárfestingartekjurnar eins og áður hefur komið fram eru auðvitað málið og hvort heldur sem litið er til fjórðungsins eða tímabilsins alls og
varðandi tjónin þá svona bendi ég á þessar greinaflokkaglærur sem við höfum verið að sýna í þessum kynningum okkar sem eru þarna glærur 18 og 19 í þessu viðaukar sem við erum með. Þar eru auðvitað ökutækjatryggingarnar málið. Þetta er helmingur iðgjaldanna okkar og fókus stjórnenda eru klárlega þar. Við höfum gripið til aðgerða gagnvart iðgjaldahluta þeirra greina og munum áfram þurfa að fylgjast vel með þróuninni og grípa til frekara aðgerða ef þarf. Nú hagnaði fjórðungsins upp á 1293 milljónir og tímabilsins upp á 2673. Það er bara býsna góður árangur. Leiðrétt ávöxtun eigin fjár, þarna er fyrir tímabili 29% og fjórðungin 45%. Á þessum myndum sést þetta vel sem þessi hluti sem við erum að tala um. Fjórðungurinn er þarna litaður að þessu fjárstýrðartekjubreytingu og síðan tímabilið á þessum fjárstýrðartekjum og þessu mun eigin iðgjald og eigin tjóna. Nú, við erum með traustan efnahag, það er alveg klárt, við erum með gott gjaldþol og litlar hreyfingar öðru leyti í efnahag. Við erum með þarna fjárfestingar sem eru 450 milljónum lægri en þær voru í upphafi árs, þrátt fyrir 4 milljarða arðgreiðslu og við erum síðan með árstíðabundna breytingu í viðskiptakröfum og iðgjaldaskuld upp á 1000 milljónir og síðan hækkar eigin tjónaskuld þarna rúmlega 800 milljónir. Og síðan eigið féð auðvitað sem blanda arðgreiðslunni og hagnaðinum er þarna 1500 milljónir lægri. Þá held ég að ég hafi svona rennt yfir bæði rekstur og efnahag og Þórður tekur við með fjárstýrðareignirnar og tekjur þeim tengdar. Jú, góðan daginn. Þetta var mjög góður fjórðungur í fjárfestingum. Bæði var það að allir eignamarkaðir á Íslandi skiluðu mjög góðri afkomu og svo var það líka það að okkur gekk vel á þessum eignamörkuðum. Hérna erum við með lista yfir stærstu eignir okkar. Hérna erum við með svona langstærstan hluta af eignasafninu eins og höfum birt. En síðan erum við núna líka birtum við 10 stærstu breytingar á eignasafninu sem urðu á fjórðungnum. Nú, það sem kannski sést er að við minnkum aðeins við okkur í verðtryggðu og tókum óverðtryggt í staðinn eftir þessar breytingar sem urðu kannski í sumar til betri vegar og lengdum aðeins í skuldabréfasafninu á fjórðungnum. Þarna eru tölur breytingana frá upphafi árs, þannig að það eru ekki orðin inn á róttækar breytingar. Nú, stærsta breytingin á safninu var áfram að við vorum að bæta við okkur hlutabréfum. Við bættum við okkur 854 milljónum í hlutabréfum og höfum bætt við okkur svona í svipuðum takti núna í 4 ársfjórðunga í röð og afkoma þeim var mjög góð, 13,9% og auðvitað langt umfram það sem öllu jafna má vænta á slíkum mörkuðum og náttúrulega verður ekki að vænta að jafna því í framtíðinni. Nú, afkoman af eignasafninu var 4,9% og ávöxtun á fjórðungnum og það eru allir eignaflokkar sem eru að skila fínni afkomu. Við erum ekki með lítið af uppfærslum á óskráðum hlutabréfum og fasteignafélögum og sjóðum en það eru eignir sem okkur líður mjög vel með og ég held ekki ástæðilega ætla annað en að hafi verið í mjög góðum málum á fjórðungnum. Nú aftur eins og benda á þá er þetta hlutabréfin og þau draga vagninn og þau hafa jafnframt verið svona stærsta breytingin okkar á eignasafninu undanfarna 12 mánuði. Þá gef ég Hermanni aftur orðið.
Já, við höfum áhuga á að sýna ykkur aftur, getum við sagt, þessa glæru sem við sýndum ykkur á öðrum ársfjórðungi eða 6 mánaða uppgjörinu. Þá voru svona að sýna hvernig fylgnin væri á milli ekinna kílómetra og svo tjóna, kaskótjóna í þessu samhengi. Það er rétt til að átta okkur á svona hvernig svona þróunin og við hvað er að etja, og þarna sést þá ágætlega getum við sagt að topparnir sem eru þá sumrin í eknum kílómetrum ná svona hámarki og eru að hliðrast upp á við, þar að segja aksturinn er alltaf að vaksa eins og ég sagði áðan og kom tölur vegagerðarinnar segja til um. Þarna sést líka ágætlega á sumarmánuðunum þá helst þetta ágætlega í hendur við tjónin á því tímabili, og svo sést líka þá í öldudalnum í akstrinum getur sagt þegar minna er ekki þá eru tjónin hlutfallslega meiri vegna þess að aðstæður eru þá erfiðar eitthvað það varðar og hálkuskilyrði og slæmt veður öðru leyti. Þannig að þetta er áhugaverð mynd, en hún sýnir ekki bara þessa toppa og lægðir, heldur sýnir hún þá þróun sem er að eiga sér stað, það er að segja vöxtur í eknum kílómetrum og útstaðan sem við sýndum hérna síðast, að þá var svona línan upp á við, bæði í eknum kílómetrum og tjónum, og það sem er kannski áhugavert núna þó að sé of snemmt að segja til um það, að eins og svona myndin sýnir afturvirkt getur við sagt að eknir kílómetra það fer að draga úr þeim, en við erum aðeins að fylgjast með tjónunum núna, tjónatíðnin er kannski ekki alveg að fylgja því. Og þetta eru verkefni sem við þurfum að bregðast við og eru svo að koma í ljós líka hjá okkur og við höfum, eins og Ólafur sagði, brugðist við og hækkað iðgjöld þarna. Þarna sýnir sig líka að þetta koma svo síðan svona sérstækir toppar eins og í mars sem svona eru útslag og þar bregst maður ekkert sérstaklega við í iðgjaldasetningu heldur þá fyrir eitthvað þegar þróunin eiga sér stað svona í almennt í tjónatíðninni. Þetta svo náttúrulega eins og það sem að Ólafur Njáll og Þórður fóru yfir áðan, við erum tilbúin til þess að svara spurningu varðandi þá yfirferð og þær glæru sem við höfum farið yfir. En svona aðeins bara þá til að summera þetta saman og þá 9 mánuðina núna, þá er hagnaður eftir 9 mánuði um 2,7 milljarðar tæpir eða rúmlega 3,3 fyrir skatt og afskriftir, og hagnaðurinn af vátryggingastarfseminni á þessum tímabili er þá tæplega 700 milljónir, 677 milljónir. Nú samsett hlutfall þá fyrir þessa 9 mánuði er 100,3. Kostnaðarhlutfallið er að lækka á milli ára eins og áður er getið, en það sem einkennir þá svona hækkandi samsett hlutfall á þessu ári, það sem afir þessu ári, er þá hækkun á tjónakostnaði sem ýtir upp samsettu hlutfallinu segjum. Nú varðandi horfur, við birtum horfur í upphafi árs og þar sögðum við að teldum svona líkur á því að við myndum liggja í samsettu hlutfalli milli 95 og 97%. Við birtum hins vegar tilkynningu fyrir hálfum mánuði síðan, þar sem og við sögðum líka svo sem í 6 mánuði uppgjörinu að það væri ólíklegt að við næðum þessum markmiðum okkar, en svona miðað við 9 mánaða tölurnar og ef að fjórðungur gengur eftir með eðlilegum hætti þá teljum við góða líkur á því að við verðum undir 100% í samsettu hlutfalli í lok árs. Við kynntum það líka eins og segi fyrir hálfum mánuði síðan að svona í ljósi þess sem að Þórður fór yfir áðan að svona afkoman í fjárfestingunum leiði til þess að við verðum þá yfir þeim horfum sem við birtum horfum það myndi liggja í afkomu 2 til 2,6 milljarðar fyrir skatta og eins og tölurnar bera með sig núna þá eru nú góða líkur á því að við verðum vel yfir því í lok þessa árs. Þetta er svona það sem við ætlum að fara yfir og nú erum við tilbúin í spurningar. Gjör vel. Þú talaðir ráðstafanir til þess að draga niður samsettarhlutfallið. Já. Hvaða ráðstafanir eru það? Það er ráðstafanir sem við þurfum að grípa til varðandi að draga, já það er verið að spyrja, ég gleymi því oft, það er verið að spyrja hvaða ráðstafanir við ætlum að grípa til að draga niður samsettarhlutfallið og það náttúrulega gefur auðvitað eins og við erum að draga fram þá núna. Það eru bílatryggingarnar sem eru ekki að skila viðunandi afkomu og við þurfum þá að bregðast með þeim hætti að eiga við endursetja iðgjöldin getur við sagt þar á þeim ykkstöðum.
bæði í frjálsum og lögbónum ökutækjatryggingum og við höfum gert það. Núna töluverðar líkur á umferðarþungi muni aukast áfram næsta ári eins og við höfum séð í ár og fjöldi erlendra ferðamanna aukast mjög mikið. Hvernig sér þið fyrir þið næsta ár? Varðandi samsetta hlutfallið? Það spurt að því hvernig við sjáum fyrir okkur samsetta hlutfallið á næsta ári, svona í ljósi mikillar aukningar á umferð og ferðamannastraumi. Það í sjálfsögðu eins og ég nefndi þannig, við gerum þá ráð fyrir því eins og núna að í þessu árferði eins og við þekkjum það núna að þá erum við þó að skila árinu öllu óbreyttu undir 100%. Þannig að varðandi næsta ár þá munum við koma fram eftir 4 mánaða uppgjörið með svona horfur hvað það varðar. Þannig að það er ekki tímabært að birta það. Við birtum það í byrjun hvers árs. Arðgreiðslustefna. Hver er arðgreiðslustefnan hjá? Í sjálfu sér er spurt hver er arðgreiðslustefna félagsins og arðgreiðslustefna félagsins var samþykkt á hluthafafundi sennilega fyrir 2 árum síðan og er alveg óbreytt. Það er að segja að það skuli greiddur allt að 50% af hagnaði, að lágmarki 50% af hagnaði, að því gefnu að gjaldþol félagsins leyfi það. Þannig að það er óbreytt frá því sem að verður. Ef ég skil það rétt, þó að þessi tap á tryggingarekstri, að þá greiðið út arð sem sömulegis náttúrulega mun leiða til þess að fjárfestingaeignir dragast saman. Það er spurt að því hvort að við greiðum út arð, burtséð frá því hvort að það sé tap á vátryggingastarfseminni. Í sjálfum sér kynntum við það í skráningaferlinu. Okkar markmið er að skila afkomu af vátryggingastarfsemi og við getum sagt að við erum þar ennþá, svona á ársbasis og þar ætlum við að vera. Auðvitað geta komið svona einhver útslög í því, en við höfum sagt að við viljum skila vátryggingastarfsemi þannig að hún beri það. Og svarið er já, við munum greiða arð. Þrátt fyrir það. Maður hefur séð nefnilega að það hefur verið tap á tryggingarekstri hjá þessum tryggingafélögum og það er að greiða mjög háar arðgreiðslur sem kemur náttúrulega óhjákvæmilega niður á fjárfestingareignum sem er að læri. Það er vísað til þess að stundum hefur verið greiddur út arður. Já, við náttúrulega getum ekki svarað fyrir önnur tryggingafélög hvað það var, en þetta er svona okkar stefna. Bara spá í sjálfbærni arðgreiðslustefnunum. Já. Og hvernig hún hefur verið strúktúrerað á sínum tíma. Stefnan er í sjálfu sér sjálfbær og verður það alltaf en þess að það er 50% arði svo lengi sem að gjaldþolið þolir á þannig að síðan auðvitað spurningi hversu stöðuleikinn í arðgreiðslum er og það fer auðvitað eftir áhættusækni félagsins. Önnur spurning, gjörðu svo vel. Það spyrja bara aðeins varðandi þessar breytingar þá þessar breytingar hvað varðar ökutækjatryggingarnar og aðgerðirnar sem það er gripið til. Já. Hvernig markar það brugðist við og það muni hafa áhrif á eitthvað hlutdeild til dæmis. Svo er ég með aðra spurningu sem er eiginlega bara langar að spyrja ykkur sem eru nú fjárfesta á markaðnum. Það er þessi vika var dálítið mögnuð og mjög mikið verðfall á skuldabréfum til dæmis. Hvernig við hafum svona snúið við ykkur, hvort það kom óvart og hvort þið séu tækifæri í því eða hvernig metið viðbrögðin og þróun í framhaldinu? Kannski byrja fjárfestingur, kannski við endurtökum á spurningum. Ef að spurt ég hvort að vaxtahækkun Seðlabankans að koma óvart, þá er svarið já. Eða spurt hvort að það skulle hafa verið vika eins og það búið að vera á mörkuðum, þá er það nei vegna þess að þetta er náttúrulega það sem bara má búast við og ég held að allar þær sveiflur sem hafa verið hvort heldur á hlutabréfum eða skuldabrjöfum sé svona innan eðlilegri marka og náttúrulega eftir því sem að vextir bæði hér og annar staðar lækka þá má búast við að það verði meiri sveiflur og næmninni meiri fyrir breytingum þannig að þetta er bara og þú sér náttúrulega eignasafn okkur hvernig það er þetta er vel dreift eignasafn og sumar eignir hækka og aðrir lækka og á hans að tyggja saman, það gerir ráð fyrir að það sem lækkuðu hafi verið fleiri í þessari viku en þannig er bara lífið. Það kemur vika eftir þessa og hvort hún verið góð eða slæm að það er svona, kannski veist þú það betur en ég. En það vísar þetta mjög opið spurning. Já, enda gaf ég svona sem ekki mjög ákveðið svar, er það?
Til viðbótar var spurt að því hvort að við merktum það hjá okkur í þeim aðgerðum sem við vorum að segja frá að við höfum gripið til varðandi bílatryggingar, hvort við merktum það eitthvað í hlutdeild eða viðbrögðum vígstömmanna. Svarið við því nei, við merkjum það ekkert og og svo sem má líka segja að það væri alltaf snemmt að segja til það. En ef ekki segja að við lesum það í blöðum að það séu fleiri í þessum sömu bollalengingum? Eitthvað fleira? Allt skýrt. Gott. Þá bara þökkum við ykkur kærlega fyrir komuna og segjum þessu bara lokið. Takk.